Jæja, áhorfendur góðir, hér seinni hálfleikurinn að fara að sigla á stað í leik SR og Kormáks. Staðan fyrir ykkur að guðs mildi SR-inga 2-2. Kormák búin að vera miklu betri í þessum leik en hafa ekki verið að klára færi sín kannski alveg nógu vel og nýta glufurnar þeirra liði. 45 mínútur eftir að kemur tímabilinu hjá Kormáki. Fréttir úr Breiðholti, mikilvægur leikur fyrir Kormák sem að fara fram þar. Við sögðum ykkur síðast frá því að erkióvinur okkar í KB voru 3-1 yfir á móti Hvíta Riddaranum sem voru einnig manni færri, en nú eru þær fréttir komnar þaðan að staðan orðin 3-3 og 5 mínútur eftir. Ef leikurinn fer svona þá ennþá glufa að Kormákur nái hinu eftirsótta fjórðasæti sem myndi skila Evrópusæti ef þetta væri efstadeild. Já, mikið rétt. Já, við náðum ekki að klára þennan hálfleik alveg nógu vel þar sem fyrir hálfleik. Við byrjuðum og vorum að mínum mati miklu mun betri þannig að fyrstu 20-25 mínúturnar. Náum að setja mark okkar á leikinn ef við erum svo 2. Svo virðist eins og menn hafi hætt að tala saman eftir það eða þá að mista einbeitinguna og við komum þarna inn í leikinn með því að gefa þeim 2 mörk eða þeir ná að klúðra boltanum inn í 2 ódýrum færum. Einhverjir samskipti örðuleikar finnst mér búin að vera í vörninni. Það myndast allt og miklar hólur, sumir að fara allt og langt fram og aðrir ekki að dekka. En setja hálfleikurinn í byrjaður, Kormáksmenn búin að vinna boltan og hann kemur inn upp hægra megin. Heiðar hérna 1 á móti 2 og þeir ná að bjarga boltanum í innkast. Þetta var fín sending af miðjunni upp á Heiðar á hægri kantinum. Það kom nú óvænt, mér sýndist þetta að vera sending sem var ætluð, Ingva eða... Það ekki gott að segja oft í þessari deild á hvernig boltinn átti að fara. Nei. En hann innkast. Endaði allavega hérna á hægri kanti upp á Heiðar og hann gerir vel hérna aftasti varnarmaður hjá þeim. Hann gríðarlega fljótur. Uppi á Mýri með innkastið inn í tegin og hotspyrna sem Kormákur á. Þetta fínt. Þetta fínt. Við erum búin að eiga fínar hotspyrnur í leiknum og Hörður fyrirliði höldir hér ákveðnum skrefum fram á við. Hættir við, fer aðeins lengra. Reymar segir honum að stoppa þó hann sé fyrirlið. Hann greinilegt að hann ætlar að koma þarna í skotið ef að boltinn dettur þarna út. Nei, Hámundur, þeir skiptum. Hámundur kemur aftar og Hörður fer inn í bóksið. Og þeir eru þarna stóru mennir. Hún ekki góð. Hún á nær. Önnur hotspyrna. Þetta var svo sem ágætis hugsun, hann kemur hérna hvort þetta var ætlunin eða ekki. Hann kemur hérna á hlaupið, hann Carragher okkar. Athyglisvert á okkar besti skotmaður, Hlynur Rikka aftastur, hefur gætir á þeirra sóknarmenni, hér annar horn og það innsýnandi. Þetta er bara að skora. Stórhættulegur bolti, þetta var vel gert hjá honum, hann setur hérna pressu bara á markmann að fá boltan bara beint að markinu. Hámundur skýtur á markið og þetta æfingabolti í besta falli. Þessi var allt og hár og allt og laus. Þeir eru hérna í vandræðum, ég veit ekki hvað þeir eru að gera en við náum ekki að hirða þeim bolta. Þeir leika hérna aftast, við erum 3 í þeim, 3 okkar menn. Já, og þarna kemur Hámundur og vinnur boltan. Sendur hann Bibba á Mýri, kemur núna upp hægra megin. Heiðar frýr, þeir fara í baki á Ingva, hann að koma fram hjá þeim. Eða hvað? Jú, nei, þeir ná á hlýtur að vera aukaspyrna, nei, hann dæmir ekki eftir á. Þannig kemur Bibbi Mýri og sækir fast á hann, nær boltanum af honum. Hann á hann að senda fyrir. Nei, þeir fyrir einu touch svo mikið eins og oft í leiknum og varnarmenn SR ná á hann boltanum og koma núna rólega upp vinstra megin. Kormáksmenn gefa þeim ekkert og Carragher nær að taka boltan niður á Hámund. Maður í honum og kemur hann harður í varnarmannin en já, sem oft áður í þessum leik þá skiptast liðin og að senda hvort annað. Þarna kemur boltinn inn fyrir og Heimir Carragher setur hann yfir á innkastið vinstra megin. Innkastið sigur hljópa nú eftir boltanum en nær honum ekki. Ég held að hvort liðið sé búið að ná 3 sendingum í röð á Samherja í seinni hálfleik á þessum 5 mínútum. Já, þetta hefur verið svolítið handahófskennt og menn ekki alveg búin að finna taktinn en það nú oft þegar fyrir seinni hálfleikur byrjar að það eru svona þreifingar og einhver þæfingur og vonandi dettur þetta í eitthvað spil hérna rétt strax og við eigum hérna yngast við miðjulínuna fjær okkur sem að tilþekja hérna í fjölmiðlastúkunni í Laugardalnum og þannig á hann fyrir ekki yngast fram og Yngvi nær þannig næstu við boltanum. Það kom sigur aðeins hvort að brandferð svo mikið til að hann fór fram hjá bæði manninum og boltanum.
en SR-ingar spila þá aftur á hafsendin sem að leikur lausum hala og kemur svo með sendingu á framherjan. Hann tekur boltan niður, stuttan á samherja og þar eru Kormáks með vel að verði. Þarna kom Hámundur flottur og chippar hann svo inn á Yngva og þarna munar litlu. SR-ingar eru þéttir núna aftur á bak, innkast sem Kormákur á. Væntanlega, jú. Bibbi og Mýri hendur hana upp. Þarna, en hann skallar fram. SR-ingurinn reyna stungusendingu á Ásmund Haraldsson sem eldir hann ekki. Hann hefur kannski vitað að hann var í rangstaður eða þá bara hann átti ekki breyk í boltan. Ég held að hann hefur bara hreinlega ekki nefnt að elda svona sendingar. Þetta var svolítið langt og hann er svolítið frambuður ef hægt er að segja svo og þarna Hörður alveg af spyrnu lélega sendingu, boltinn kemur inn upp í vinstra megin í hornið og þarna gerði Hlynur vel, hann klórar þarna yfir þetta klúður hjá fyrirliðanum. Það höfum við séð oft áður hjá Hinrik en hann skila boltan svo beint í lappirnar á mótherjónum og þeir svara með sömu mynd. Við erum nú með boltan aftur, Hámundur er eitthvað aðeins hressar enn í fyrri hálfleik. Já, hann byrjar þetta vel, sendir hinn út á kantinn á Sigurð og fær boltan aftur inn í og vel gert, aðeins og þetta var mjög vel gert, hann fær hann að boltan aftur, sendur hann svo inn að miðju og það er Viktor sem ætlar að flikka hann hérna með einhverju hælspyrnu inn á Sigurð Yngva en boltinn fer örlítið og vinnalega. Þarna beið Siggi aðeins og lengi eftir boltanum Þarna er væntanlega aukaspyrna, já, þarna missir Hámundur á boltanum og fer örlítið í mannin. Þessi leikur hefur þó verið nokkuð prúðmannilega leikinn. Já. Það er ekki komið guldspjald einu sinni á loft, það er búin að veita einhverjum 3-4 SR-ingum tildal. Já, það er ekki gott að segja hvort þetta var guldspjald sem fór á loft þarna á hann ekki. Nei, það ekki alveg vissir hvað hann var að spá dómarinn. Þetta er hendi, ekkert annað og hann dæmir réttilega, hann fellur hérna við SR-ingurinn og fer yfir boltan, heldur honum með hendi og stjórnar. Þetta sendir þetta er frábært, Viktor er komið einn á móti markmanni, hann hlýtur að skora, hann klúðrar einn á móti markmanni, þarna hefði ég veðjað húsinu mínu myndi skora. Ég hefði veðjað því líka. Húsinu mínu? Já, og hann sendir hann að fær innkast Yngvi, var það ekki það? Ég held að þetta hafi farið aftur í horn. Og sendir hann að flottan bolta, svona lausan mjög þvert inn á vítategin og næri að rekna út hlaupið hjá Viktor sem er komin einn á móti markmanni en hann hefði mátt gera allt nema þetta. Næri að láta hann verja frá sér einhvern óskilinum. Þarna er dómarinn komið með bókinn á loft og hann er að tala við, er hann ekki fyrirliði? Markmaðurinn er fyrirliði held ég í dag hjá SR-ingum. Já, SR-ingum, já, og það er með sýnist tvöföld skipting, það er einhverja kempur að koma hérna inn á. Þarna er þessi spaðar. Ingu Sveinsson sem ég myndist á áðan, leikur með kennarinn Geðþekki í Langholtsskóla, með honum ætlar annar inn á, Davíð Logi Gunnarsson. Ég veit ekkert meir hann. Er ekki best að drepa tíman með hana, þessi gríðarlega reikistefna fyrir fram að skoða þennan leikmann. Jú, þetta er leikmaður fæddur 1977, fjölmargar leiki á baki með móðurfélaginu Þrótti. Þeir virðast ekki eiga nógu mikið af leggklifasettum, þeir svissa þeim hérna yfir á aðra leikmenn. Þetta er ein aðferðin við að tefja, leikmenn skiptast hér á leggklifum. Já, ég tel þetta að vera mjög sterka skiptingu fyrir SR-inga, þeir hafa greinilega ekki verið annarkvort vaknaðir eða komnir hérna niður í Laugardalinn, þessi tveir sem eru að koma inn á. Þetta eru leikmenn með mikla reynslu sem eru að koma inn á. Með mikla reynslu og mikla kempur og hálfgerðir kjúklingar sem eru að koma út af. Þannig að granít harður leikmaður nr. 28, við bíðum eftir að sjá hann í þetta kappi við Hámund sem er spjaldarlaus so far í leiknum. Það lítur út fyrir að það sé að fara að breytast nú. Þetta kemur horn frá okkar mönnum. Skalla frá slakt, það er aðeins of lágt. Horn sem nær ekki við fyrsta mann verður alltaf að tella slagt en innkasti kemur strax. Hámundur er núna með boltan á vinstri kantinum og lyftir honum yfir. Siggi með boltan núna, kemst fram hjá einum og tveimur, boltinn inn í teginn, þar er enginn og SR-ingar heimsa frá. Hörður núna með boltan á miðjum allar helmingi SR-ingar, losar hann yfir Reimar með arfaslaka fyrirgjöf eitthvað. Hann var bara eiginlega eins og hann væri að hreinsa boltan. Já, boltinn endar hjá markmanni.
Þetta hans besta útspark í leiknum, Hlynur rétt nær að bjarga boltanum í innkast. Og skallar í burtu. Og það liðnar 10 mínútur á þessum leik, en cirka 2 af þeim hafa farið í leggklífa skipti og varamanna innásendingar. Jú. Hörður hreinsar frá og hér fóthlaup. Það Yngvi á móti varnarmanni SR-inga, en þeir ná að græja þetta. Nú að setja pressa á markmanninn, pressa. En það ekki nóg að vera einn maður í pressunni. Svo hér sannast spilað sig út úr sem vandræðum. Þeir senda hérna út hægra megin og engin rangstaða. En okkar menn nú búin að skila sér. Þannig kemur fyrirgjöfin. Okkar markmann á að hafa þetta, já, og hún hann sama nöttinn, sendir hana á Hámund, hendir á Hámund sem að fyrir sér engu óðslega. Tekur 1-2 áttur hérna miðum vallarhelmingnum og sendir hann svo upp vinstra megin. Það Heimir Karrakar kominn á þeysins spretti. Nei, þetta Sigurður, hann nær boltan, þetta vel gert og hann kominn upp að enda mörgum. Og boltin fyrir Heiðar með ömurlegt slútt. Hann setur þarna tána í boltan, þannig að hann bara geta sett hann innanfótar á ramman og þessi bolti hefur verið inni. Þarna hefði verið gott ef meiri skerpa verið á Heiðari. Gott hlaup hann frá Sigga upp í vinstri kantinn. Hann nær hann að stinga varnarmannin af gjörsamlega, sendur svo fyrir. Heiðar kemur á strauginu en hittir boltan ekki nægilega vel. Og hann Heiðar aftur í baráttunni. Gerir góðan aðsúg að vinstri bakverði SR-inga. Þarna átti Heiðar að gera betur, Skúli. Hann átti að gera betur hann, en það eins og hann hafi stungið tánni einhvern veginn onni í vítategin áður en hann ætlaði að skjóta og fipast við það. Ef allt væri með réttu þá ættum við að vera komin með 5 mörk í þessum leik. Jú, mikið rétt. Eitt mark sem var dæmt á okkur ranglega og svo dauðafæri hjá Viktori rétt áðan og núna dauðafæri hjá Heiðari. Já, en það hornspyrna sem við eigum og það Viktor sem ætlar að taka hana. Og úr Breiðholtinu eru stór tíðindi því þar eru hvítu riddaramenn að skora 3-4 á 97. mínútu. Sem með algjörum ólíkindum. Kastar til okkar Kormáksmanna líflínu. En sem við verðum að vísu að nýta og knýja fram sigur hér í dag, ekki satt? Það mikið rétt, það dugir ekkert annað en að fá hér sigur. Við erum jöfn að stigum liðin ef að KB tapar og Kormákur gerir jafntefli, en KB með töluvert mikið betri markatölu og það væri þá ekki nema þeir myndu tapa 13-0 í síðasta leiknum sem að Kormáksmenn myndu hirða af þeim 4. sæti. Þannig að Kormákur verður að vinna hinn dag. Hotspinna frá Viktori, þetta fín hotspinna. Fín hotspinna! Þetta var Hörður Gylfason mættur. Alveg á siglingu, á strauginu. Með pönnuna sína, þarna hefði hann átt að beina honum örlítið niður og við höfum verið að tala fyrsta mark hans í manna minnum. Þarna tók Bibba á mýri ágætis, já hvað var að segja, fínleika fettu. Ágætis skemmtiatriði fyrir áhorfendur. Hann hoppar upp og ætlar að skalla boltan en boltin einhverjum 2 metrum fyrir ofan. Viktor flækir hlutin aðeins mikið inn í miðinni, Reimar nær að hreinsa upp eftir hann ruslið og Hlynur Rikk með boltan í öftustu og gefur á Hámund og hann bara hirtur á hann bolti. Nei, hann næra. Þetta það sem hann má ekki gera, þarna ætlaði hann og hann leikur á 1 og hann leikur á 2 og Reimar kemur hérna, ætlar að sópa upp og hann rennur á raskati, sendir boltan samt út og hann fyrir utan teginn og hann á hérna skot númer 10 þeirra og þetta vel dæmt hjá dómarum. Hámundur kom þarna alveg eins og naut í flægi og ætlaði að taka manni niður en hitt hann ekki. Dómarinn leiði sóknina halda áfram og spjaldar Hámund þegar að SR-ingar eru búin að ljúka sér. Það ekki vera alveg gult spjald kannski. Ég sá rautt þarna í augunum á honum. Já, ég sá rautt en hann sem betur fyrir hitt ekki mannin. En það oft gefið spjald fyrir ásetning og það var klárlega gert þarna. Hann ætlaði sér illt þarna, hann Hámundur. Bara aðeins og seinn. Útspark frá Kormáki, Reimar skallar aftur fyrir sig, gert hjá Viktori, næra stoppa mannin og hann tikkar inn fyrir hann Yngvi. Þarna Heiðar í kapplaupi við varnarmannin, bolti best aftur á markmannin og hann Viktor tekur hann niður, kassar hann niður og þarna munur lill boltin fyrir út í teginn og þeir leika þarna framhjá Reimari og sendur boltaninn upp hægra meginn, boltin vinstra meginn fyrir geði en þeir SR-ingar en sendingin er aðeins og löng og boltin fer út fyrir hliðalínu. Það var Hörður ævarreiður við Heiðar fyrir að gera ekki meiri pressu á markmanninn, hann búinn að vera ansi shaky í þessum leik. Það hefur átt betri daga, það eins og dagsformið sé ekki alveg nógu gott en átt svona ágætt sprettinn á milli. Já, menn geta verið misriðgaðir í leikjum og átt sína góðu og slæmu daga. Þannig kemur bolti fram og vel gert
Hann stígur hann út, mér finnst þetta ekki vera sanngjarn dómur, hann búinn að leyfa þess að slæta. Yngvi stígur hann SR-enginn út og fær boltinn boppar hann yfir hann, en mér finnst hann hafa verið búinn að láta þetta slæta hinga til. Löng aukaspyrna frá SR og markmaður Kormáks tekur boltinn örugglega. Öskar hérna vel og kemur vel á bótunum. Stundafjórðungur liðinn af seinni hálfleik, staðan ennþá SR 2, Kormákur 2. Við viljum fá 2 mörk viðbót frá Kormáki að lágmarki. Það paukast þeir í Sigga á miðinni, boltinn berst á Heimi Carragher sem sendir hann stuttan á Sigga og kemur upp vinstra megin, leikur á 1 en þeir missa boltan þarna. Missa boltan hérna klaufalega. Það er meiri kraftur í SR-ingu núna. Já, þeir virðist þá að vaxið á smegin, þarna kemur sending inn fyrir hörðunar að slæma fæti hérna í boltan og þeir halda sóknina áfram. Þetta lítur ekki vel út. Nei, hann að stoppa hann Carragher gerir vel. Vel gert hann, Carragher gaf ekkert eftir og hjólaði bara í mannin. Vel gert hjá honum. Hann mikill á velli þessi leikmaður þeir sendu sem við skiptu inn á hann sem að fór annars vegar fremst. Þarna hendir hann sig niður. Þetta nú bara leikar hann hefur séð eitt og annað í boltanum að sér það að löngu færi. Kastaði sig niður hann eftir viðskipti við varnarmenn Kormáks. Og sótti þessu aukaspyrnu að mér fannst. Jú, vissilega kom Carragher örlítið við leikmann nr. 19. Varamenn Kormáks fara að hitu í upphittanir. Nú eru kannski að fara að skipta mönnum út af eitthvað. SR-ingar eiga aukaspyrnum. Farið að síga örlítið á okkar menn sóknarlega. Og það kemur boltinn fyrir og boltinn fer á fjær. Og þessi er í netinu. Ég á ekki til eitt auka tekið orð. Þarna kórunar Bibbi Mýri sinn leik hér í dag. Kemst þarna á fjær, ef að fjær skildi kalla. Þetta er við stöngina. Þetta er alveg með ólíkinn. Þetta er þriðja markið sem kemur hérna vinstra megin. Þetta er 2,5 myndi ég skrifa á Bibba í Mýri. Hann ympir öxlum en þannig átt hann bara að dekka sinn mann í kjaftaði. Hann nær þarna skallanum, ekki fastu skalli en markmaðurinn nær ekki að koma sér fyrir boltan og staðan er orðin 2-3 3-2 öllu heldur. Hann leikur Sigurður vel en má ekki við marknum. Hámundur með boltan á miðju og hann gerir lífið sér svo erfitt fyrir, hann var lengi að þessu og leikmenn SR bara tók á hann boltan, hérna kemur hann hins vegar aftur upp vinstra megin og nú bara vera aðeins snegglega hlutunum. Þarna þurfa að fá boltan fyrir. Hann reynir aftur að leika á mann og gengur ekki, þarna fær hann boltan aftur og sendir svo boltan fyrir. Og hann skýtur á markið í hálfgerðu reiðiskasti að því að virðist vera. Og nú kemur boltinn til SR-ingarna. Gengur illa að taka hann niður. Michael Bíbelsson sem byrðir að hita upp sinn fyrsta varamann. Það er leikmaður númer 15 í okkur. En hérna eru SR-ingarnir komnir með enn eina stungusendinguna og Hlynur Rikk spyrnir hátt yfir markið og bjargar í horn. Og hér er skipting hjá Kormák. Michael Bíbelsson kallar Hámund af velli sem bregst hinn versti við. Hvæsir á þjálfara sinn. Algjörlega ósáttur við þetta. Það er leikmaður númer 15 sem er að koma inn á. Það er Ragnar Friðrik Ingvarsson sem ætlar að leysa hann á hólmi. Já, hann verðist ekki vera ósáttur. Hámundur við hefur verið tekin út af. Mikið ósætti í varamannaskýlinu. Mihailo ekki ánægður með Hámund og Hámundur jafn óánægður með Mihailo. Ísar herpi fjölmiðlastúkuna og bendir á að það setja allt til á teipi sem hann er búinn að gera í dag. Hlynur Rikk unnur boltan í vörninni og meðan þessari dramatík stendur. Reynsar út, Yngvi tekur boltan á miðjum vallarhelmingnum. Og hann þarf að losa þetta. Það er mikið af SR-ingum hann, nú það bara skipta alveg yfir vinstra megin. Allt á þröngt á miðjunni, gefur á Heimi Carragher sem kominn inn á miðjuna einhver hluta vegna. Við náðum ekki alveg að gera nógu mikið úr þessu breiki sem við hefðum geta náð á þá þarna. Já, eins og sem áður þá var Hámundur ekki alveg sáttur við að vera tekin út á þarna. SR-ingar koma núna, það er bara eins og Kormáksmenn hafa ekki lengur trú á þessu.
við skulum nú vona að þessi skipting breyti nú einhverju þarum. Hérna kemur Sigurður upp vinstra megin, sendir hérna svona no-look pass á Yngva sem hann leikur á einn og á boltan fyrir hérna á Reymar. Og Reymar með skot himinhátt yfir, þetta er ömurlegt slútt frá Reymari, vel gert hjá Yngva, prjónaði sig fram hjá þetta 2 af 3 og Reymar með skot svo hátt yfir að efast þessi bolti mínu nokkuð mann finnast. Ég veit ekki hvort að hann hafi náð að slæma fæti hérna í boltan SR-ingurinn. Það sýndist mér nú ekki. Og það er einhver daradans hérna á miðjunni. Hann er hérna hjá aftasta manni. Sendir henni út hægra megin. Kormáksmenn vinna boltan aftur en það er dæm á og Sigurður brjálaður og þetta er væntanlega spjald. Þetta skapið hlaupa með þessi Gönnur eins og fleiri leikmenn frá Blönduósi í þessum leik. Það er gult spjald fyrir að dúndra honum ofan í jörðina. Og eitthvað fjás heldur áfram, nú þurfum menn að passa sig. Hörundsár þessi dómari virðist vera. Það er nú yfirleitt með Sigurð, hann fíkur svona í hann en svo er nú yfirleitt pollrólegur á eftir, þannig að gefa mönnum svona örlítinn séns þarna, en hann fær gula spjaldið og er sáttur en dómarinn virðist alltaf taka þetta örlítið lengra. Þeir taka sér nægan tími í þetta, SR-ingarnir. 22 mínútur liðnar á seinni hálfleik. Það er nóg eftir. Við sáum það viðsnúningunum upp í Breiðholti að það er hægt að gera ýmislegt á stuttum tíma. Viðsnúningunum virðist vera að eiga sér stað hérna líka. Þannig að þarna missum við. Við tala ekki saman og fara í horn. Þetta er þeir hlaupa þarna saman okkar öftustu menn. Eins og þessi fjölþjóðlegt knattspyrnulið innan hjá Kormáki, það virðist enginn vita hvað næsti maður ætlar að gera. Og þeir fá hornspyrnu hérna SR-ingar hægra megin og þeir raða sér inn á teginn. Jafnt SR-ingar sem Kormáks kvartarmenn. Og hérna kemur hornspyrnan, þetta er hættulegt, en Hörður skalla frá og þarna fær hinn örfætti Ási skýtur hátt yfir, þó ekki jafn hátt og Reymar áðan. En við erum ekkert að spá í það núna, boltinn fyrir langt aftur fyrir og markmaðurinn nýtur ekki þjónustu boltasækja þannig að hann þarf að ná í þetta sjálfur. Ég bara hreinlega neita að trúa því, Skúli, að Kormáksmenn ætla að tapa þessum leik. Já, mér finnst það mjög, já, það er ekki ósanngjarnt kannski, en mjög slök frammistaða ef að hægt er að segja svo. Þeir voru með leikinn inn í hendi sér áðan, 2-0 yfir, en eftir hálftíma leik er staðan búin að snúast þannig að SR-ingar hafa skorað 3 mörk á móti engu. Það kemur stunga, hann er að setja hárið í þennan. Það voru engin mikill afgangur að þessu. Viktor kemur upp hægra megin, hægir á. Sá í hvað stendi og þetta er, hérna fær Heiðar boltan, sendur hann fyrir. Fínt, Yngvi inn í teignum, snýr og hann verður að ná skoti. Inn með tuðuna, hann á að sveifla vinstri fætinum í þetta þarna Heimi Karagar. Þetta var skelfilegt, þeir voru konir þarna fjölmargir inn í teginn. Taka boltan, strákar, þarna talaði ekki enn saman. Annar heldur að hinn sé rangstæður og hinn heldur að sé ekki rangstæður og þeir pata þarna höndum út í loftið. Þangað til að menn fara að öskra, þá virðast menn hafa átt að sig á því að það væri hægt að ná þessum bolta, en hann endar eftir fyrir endamörkum og það er hornspyrna, markspyrna frá marki SR. Viktor tekur hann á boltan og Höddi nær að taka hann niður, vel gert, sendir aftur á Viktor. Nú á að menn er að taka sér allt og langan tíma í þetta. Menn þurfa að leika boltanum meira. Reymar tekur hann inn á miðjunni, geysist fram. Nú hlýtur eitthvað hlaupa eiga sér stað. Já, þannig að Heiðar boltan, hann er komin inn fyrir. Nei, en þannig er SR-ingurinn að slæma fæti í boltan og bjargar honum í horn og það er hornspyrna sem að Viktor tekur. Þannig gerði Heiðar sér bara hreinlega ekki nógu breiðan, hann ætti bara að boxa út leikmannum og dúndra svo á markið, en hann náði þarna slæma fæti í boltan, hann var alltaf kurteis þarna Heiðar. Á nú aðeins að geta tekið menn á að hann
Finnst þér eitthvað seitt fyrir í dag og hann nær að komast, eða varnarmaðurinn mjög fljótur og nær að komast þarna fram fyrir hann. En við eigum horn og það bara er að nýta það og þarna kemur boltinn og fer hátt í loftu upp, það er mikið atgangur og Heiðar, hann skóplar boltanum yfir. Þetta var samt vel tekið niður hann hjá honum og hann tekur hann ætlar að taka hann utan fótar en boltinn fer eitt færið í súginn hjá Kormáki. Þau eru farin að nálgast huginn færin sem við erum búin að fá til að setja nú mark. Nú þarf að slaka hans á og fá boltan á markið, ekki rífa netmöskuna. Og þarna einn Kormáksmaður tekið niður, þetta var svona samúðar aukaspyrna nokkurs konar. Já, með að segja það, hann var þarna við að klæða hann úr treyjunni, hann hefur séð það dómarinn. Og hann fleygði sér hann niður Sigurður og fær aukaspyrnu og það er Yngvi sem ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Þetta er ágætis færi, þetta eru einhverjur 4-5 metrar, 5 metrar, 6 fyrir utan teig og hann er spyrnum að góður og ég skýt á það að hann setja þetta í fjær. Býtum við. Já, þetta er svona svipa færi og SR aukaspyrnan sem var hérna í fyrri hálfleik. Já, örlítið nær þó og ég segi að þetta sé mark. Nú vil ég að sóknarmenn Kormáks geri allir á markinu. Þessi á, beint í fangi á markmann. Hann þetta er auðveldur bolti fyrir markmannin og hann tekur hérna á spyrnu frá marki sínu. 71 mínúta á klukkunni, það þýðir að 90 mínútur eru til leiksloka. Yngvi þarna með boltan, Heimir Karraker tekur ballerinu snúning og veit svo ekkert hvað hann á að gera við boltan, enginn að bjóða sig. Hann gerir bara nokkuð vel. Þarna er hann gripinn hálstæki af Yngvi af hægri bakur í SR-inga. Eða einhverju áttina því, þetta er 100 metra færi. Hann botnar ekkert í þessu SR-ingurinn en dómarinn sá þetta sem að hann var nú aðeins of fljótur að dæmi, þannig að mér fannst Yngvi vera komið fram hjá honum. Sammála. Hörður Gylfason ætlar að taka aukaspyrnuna. Hvað fáum við hér? Vonandi eitthvað fyrir okkar snúð, þeir býða tveir frammi hérna. Gamlir jálkar hjá SR og Reimar skokkar hérna aftur þannig að þeir eru 2 og 2. Og boltinn kemur hérna fyrir hár. Þetta á að vera á fjær. Og boltinn er inni, já boltinn er inni, það er mark á Kormáki. Það er markan maskinan frá Staðarbakka torfunni sem að skorar hérna. Yngvi Rapp potar honum yfir marklínuna. Markmannur hleypur hér til línuvarðarins og væntanlega að tala að hann ætla að bjóða honum í kaffibóð á morgun. Ég held að hann hafi svolítið til sín máls að segja að það var einhver rángstöðu lykt að þessu. Hvað segir þið um það? Við erum það hlutdrægir að við töljum það af og frá. Þeir hrista hér hausinn báðir. Þetta er glæslegt, var ekki Heimir Karraker sem að mókaði boltan hann niður og Yngvi Rapp setta hann yfir, var það Hlynur Rikk og fyrir mótmæli fær vinstri bakurinn með 9 gullspjald, hann er spjaldaglaður dómarinn, það er allt í lagi svo lengi sem að bitnar ekki okkar liði. Hann er búinn að veita 2-3 tiltal, þannig að þetta er ákaflega hörundsár þessi dómari, en við höfum nú séð ýmislegt í fjóruðdeildinni og þetta er svo sem ekki sá versti. Núna eru á klukkunni 17 mínútur, staðan er SR 3, Kormákur 3. Og þetta er allt í orðið leikur aftur og við sjáum hér það gerðist ótrúlega hlutur upp í Breiðholtinu í dag. Kormákur er í dauðafæri að fá eitthvað út úr sumrinu. Akademist korter eftir. SR-ingar koma hérna upp, þeir eru ekki hættir heldur, það vilja bæði liðin fá 3 stig í dag. Viktor stoppar hérna vel og sendir hérna og Viktor fær boltan geysist upp miðin og sendir hérna fram. Þeir veist það skipta örlítið taktík. Sigur fer fremstur og Yngvi, nei, þarna missir Reimar boltan, nei, stekkur hérna vel og nær honum aftur. Og hérna kemur stunga upp hægra megin. Og það er hornspyrna. Það var ágætlega gert hjá Heiðari, hann hætti ekki. Vel gert hjá honum. Vel gert, hann beið þarna eftir að hann færi í hann og slæmdi löppin í boltan og aftur fer hann fyrir endamörk og það er hornspyrna sem að Viktor tekur. Og okkar menn virðist hafa fengið örlítið blóð á tennurnar hérna og séð að það eru 3 stig í boði við þetta mark. Þeir eru að átta sig á því eftir ákaflega mikið slen seinni hálfleiks og sem síðustu mínútu fyrri hálfleiks að hér eru 3 stig í boði.
Nú köllum við á alla góða vætti og áhörðu með korter eftir Viktor Ingi með hornspyrnuna, fínasti bolti yfir og inn með þetta. Það hornspyrna á ný. Nei, það markspyrna. Jú, býttu. Markmaður liggur eftir. Markmaður liggur eftir og þeir hlaupa. Dómarinn búinn að benda í svo margar áttir að hann veit, ef við vitum ekki alveg hvað hann að dæma. Hann kallar á sjúkraliða. Þetta eins og hjá Chelsea, það er ekki margir að koma. Jú, þarna kemur hann kemur með vassflösku fyrir. Það hlýtur að vera vígt vatn sem hann hefur með sér. Já, það hlýtur eiginlega að vera. Þeir voru löngu hættir að horfa á leikinn á bekknum. Engin opláturinn vera þarna. Þeir voru löngu hættir að horfa á leikinn á bekknum hjá SR, þannig að okkar menn þurftu að ákalla það að koma og brynna markmanninum. Og pabbi markmannsins er komin inn á. Hygg ég að þetta ætti nú að vera sett í skýrslu til KSÍ og áhörundu konur inn á völlinn. En það fyrirgefst, þannig Jú, hann er að spyrja hann hvort hann ætla ekki örugglega að koma í mat í kvöld þarna. Ég sé, ekki viss hann ætlar að lamb. Hann heldur hann nef sér. Og hleypur í átt að línuverðinum, faðir markmannsins. Og út af. Skemmtilegt. Hann er með blóðna sér, markmaðurinn. Og pabbi hans ætlar að ná í pappír. Nú, til að drepa tímann þá hef ég nú ekkert sérstakt að segja, en þú? Nei, frekar lítið, en þegar gaman að sjá hérna þegar gerist svona örlítið hlé á leiknum að það kynslóðaskipting á því hverjir hlaupa hérna út af hliðarlínu og vilja væta kverkar. Þeir sem yngri eru harka þetta af sér, en þeir sem hafa reynsluna skokka hérna hliðarlínunni og vilja fá vatn. En leikurinn stopp eins og og markmaður þeirra með sýnist hann nú vera í. Þarna kemur Baldur Úlfar Haraldsson með skeinipappír til að styrka blóðna sinnar. Hafa verið í markmanns vandræðum, því að hann ekki í bara búning innandir og í markmanns treyju? Markmaðurinn, hann skráður markmaður í öðrum leikjum? Ég tel svo ekki vera. Nei, þetta hefur ekki verið markmaður þeirra í sumar. Þetta hefur ekki verið markmaður, það hefur einhver forfallast á síðustu stundu og þurft að fara aftastur í mark sem að gerist oft. Og þeir stumra hérna yfir markmanninum, tróða upp í nasir vantarlega. Við horfum hérna á endursýningar. Þetta verður líklega eitt svo lengsti leikur sem að við höfum lýst hérna í fjölmiðlastúkunni. Það eru klukkan komin tæpar 2 stundir síðan leikurinn átti að hefjast og við þurfum nú að hafa okkur í önnur störf fljótlega, þannig að við vonum að dómarinn á að klára leikinn áður en að bikarúrslitaleikurinn hefst. Já, vonandi. En eitthvað er að gerast, það er búið að stoppa blóðflæðið í markmannsnefinu og þeir félagar Þorleifur Karl og Baldur Úlfar ganga stoltir frá verki. Yndislegt alveg hreint. Þeir taka hérna stutt fráspark frá marki. Þeir SR-ingar leika hérna inn á miðju. Þeir eru sultu slakir virðist vera núna. Mikil hreyfing. Við þurfum að stoppa þetta. Og þeir eru hérna að leika við kurdsinn fingur. Hálf laust hjá þeim allt samt. Kormársson á að halda þeim í skefjum. Já, þetta er svona við að hefnast og ekki hefnast. Þarna kemur sending inn fyrir. Hann er ösku fljótur eða vinstri kantmaður. En Hlynur kemur hann og hann er líka fljótur og boltinn kemur fyrir. En þarna kemur Ragnar og ég veit ekki hvað þetta átt að vera, en boltinn fer frá markinu sem vel, sem dugar okkur. Og þarna kemur Yngvi og leikur þarna á 1-2, stingur sér. Hann er búinn að hlaupa hérna. Þetta hlýtur að vera spjald. Þetta var 60 metrar sprettur áður en að maðurinn hakkaði niður hérna á vinstri kantinum. Það er svo gráherði. Og hann fer hérna í hann og
fer í hérna þó yfir fullu bók dómarans, Yngvi liggur eftir. Og þetta var réttilega, hann kominn hann fram hjá honum. Hann hefur ótrúlega leikstíl, Yngvi, hann virðist vera alveg sprunginn á sprettinum þegar hann einhvern veginn nær að pota töðrunni framhjá og gefa örlítið í. Og það, hann virtist ekki hafa átt að sjá því leikmaður SR og brýtur á honum. Og við horfum hérna á Víðu, það aukaspyrna hérna. Og það aukaspyrna út við hliðarlínu alveg sem að Hörður tekur fyrir miðjum vallarhelmingi SR-inga. Og þeir eru konur hérna allir inn á teig nema Bibbi og Ragnar og þarna kemur boltinn. Nei, hann var ekki alveg nógu hár. Ragnar á Hörð og Hörður upp völlin og Heimir Karrager vinstri megin og hann leikur hérna glæsilega á bakvörðinn, hann fellir hann og samkvæmt reglunum væri gaman að sjá gult spjald þarna, þá þessi maður fókinn út af og komið fram hjá honum. Nei, þetta var ekki sami maður og náðan. Þetta var... Hann fekk spjald áður í leiknum. Þessi? Nei, hann fekk ekki spjald áður. Jú, hann gerði það víst, það svona korter síðan, ég man mjög eftir. Hörður tekur aukaspyrnu allavega. Og nú bara að standa fyrir framan markmanninn, taka hlaupið inn á markmanninn og láta boltan hann að detta inn í teiginn. Ekki of hár bolti. Já, einmitt það sem hann gerir! Og hann í netinu! Kormákur hefur skorað þar Yngvi! Það sem ég sagði að myndi gerast og það gerðist. Hvort var það Yngvi eða Hörður sem eiga þetta mark? Þeir fagna eins og heimsmeistarar séu. Ég held að við skráum þetta á Hörð því miður, hann hefur ekki gott að því. En hvort að... Ég veit ekki. Hvort hann hafi náða að sletta löpp í þennan bolta var erfitt að sjá. En Yngvi séu vel gert og ef að Yngvi hefur skorað þetta mark þá hann komið með hvað mörg í dag? Er það þá þrennan? Með þrennu sem svo kallað hat-trick og fer hann þá með knöttin heim. Gett hann að Reimari tekur bút af leikmanninum og setur hann út fyrir einu, þetta alveg eðal gott að sjá. Hann búinn að eiga ágætis leik í dag, hann búinn að vera fýtt svona étari en sendingarnar kannski ekki alveg það nákvæmustu en það ekki í nóttanálinni. Hann vaxandi leikmaður Reimar. SR-ingar munu nú gera harða allegu eða marki Kormáks loka sprettinum. Þessi leikur búinn að vera mesta skemmtun. Hér skiptast liðin á að hafa. Nei! Boltinn kemur þannig hárfínt fyrir lélegt ekki á miðarparinu en Nathan í markinu gerir vel og grípur boltan. Hann átti þarna alveg frí, hann skalla boltinn dettur þarna úr fyrirgjöfinni niður á milli okkar hafsenda og þarna sendir markmaðurinn fram. Yngvi með góða skiptingu yfir hægra megin, þarna á Heiðar að gera. Og hann fellur við og bakvörður SR-inga nær að greiða úr flækjunni. Þeir koma núna upp hægra megin, upp vinstra megin og vel gert hjá Viktori þarna, hann verður fyrir manninum. En hann að komast fram hjá honum og þeir leika hérna út til hægri og þeir koma með þversendinguna. Þarna á markmaðurinn að koma út og hann gerir það og öskrar óskaplega og endar með að fanga boltan. 82. mínúta leiksins núna í gangi. Kormákur búinn að skora 4 mörk eins og við vorum að tala fyrir leik. SR-ingar með 3 og þessi leikur vægast æsispennandi. Vel gert hjá Ragnari þarna, gefur ekkert eftir og boltinn berst alveg upp á vítatak SR-inga og þeir þurfa að þömpa frá. Þar býr Heimir Karrager og gefur fínt aftur á Heimi. Þarna ætti að gera þetta allan tíman, tekur hann svo niður á miðjunni, tapar hann frá sér og nær honum aftur. Maður fær sannarlega eitthvað verið peningi með Heimir Karrager. Þannig að hann mikill baráttu komin langt út úr stöðu. Ég veit ekki hvað Bibbi Mír að gera þannig að hann býður honum inn á völlin frekar heldur en út á kant. Nú þarf að opna hjarta töflurnar. Þetta allt að fara út í vittleysu hérna. Heimir Karrager komin alveg yfir hægra megin. Bibbi Mír gefur boltan frá sér og einhvern veginn endar hann hjá markmanni Kormáks sem spyrnir nú frá marki. Og hann flikkar honum hann lengra, Reimar, og tekur boltan aftur. Vel gert hjá Reimari. Og hann tekur hann aftur, hann liggur þarna. Yngvi nær boltanum og Sigurður líka. Siggi gefur á Yngva og Yngvi skýtur á markið og boltinn. Hann ver með löppunum markmaðurinn, hann svo sannarlega ekki markmaður í eðli sínu. Ég veit ekki hvurslags markvarsla þetta var. Og Heiðar grípur boltann og kroppar manni hérna vinstra megin og hann tekur hann niður. Leikmaður nr. 5 hann kominn í bókina, hann kemur allavega í bókina núna, sama hvað litu verður á endanlegu spjaldi. Hvað Nei, það bara hans fyrsta gula. Hann var ekki í bókinni, nei, hann var ekki á spjaldi eins og Björgun hélt áðan. Það var allt annar maður. Og hann kloppaði hann skemmtilega Heiðar.
og honum fannst það frekar súrt og greip utanum. Þetta var vel gert hjá Heiðari, hann sett hann á milli fóta varnarmannsins og var svo ekkert að standa óþarlega mikið í lappirnar sem var komið fram hjá honum. Sem að fyrir bara gult spjald. Aukaspyrna sem Kormákur á og það er 84 mínúta, það er 6 mínútur pluss uppbótartími eftir. Vænileg staða fyrir Kormákur sem staðan núna og nú vil ég fá Hlynrik setja bara á markið. Já, ég hugsa að þeir standa vissu vel. Þessi markmaður er engin markmaður, þetta er agalega slæmt hjá Hlyn, hann setur hann hátt yfir markið. Skrúar hann hátt yfir markið, var ekki sáttur með sjálfviti, tekur hérna simpansarhreyfinguna svo kallu, slær báðum hundum niður í jörð og hoppar Þetta var akkurat ástæða til að taka simpansarhreyfinguna eftir svona slútt, þetta var bara mjög illa gert hjá honum. Útspark frá marki SR, Reimar vinnur boltan og Siggi er búinn að vera, hann skallar hann inn í, hérna er séns, hann setur hann stutt á markmanninn og Heiðar er nærði komin inn í boltan, Reimar núna á miðjunni fær hann með mann í sér, nær boltan niður á Viktor með óþarfa takta og boltin kemur upp vinstra megin, Hörður þarf að elta sjöuna við vinstri kantmann og þeir detta hérna hverum aðran þveran. Og hann er að leika fram með þreymur, kemur honum hérna alveg yfir hægra megin, SR-ingar staldra við, nú kemur bolti inn í, hann er rángstæður. Þetta var vel gert, við vorum sannlega nógu margir konur aftur í vörðinu, það var einhver glundróðu þarna. Þeir ná allavega ná áttum í varnarlínunni og spila þeirra fremsta mann rángstæðan, réttilega dæmt og miklu fargi af okkur létt. Og hérna lappar einn SR-ingur í vafinn. Hann er það vel vafinn að hann er í gifsi og var á hækjum þegar hann kom á leikinn. Þannig að það er engin dramatík í tengslu hennar leik hérna ferð. Og núna hefur mikil stöðubarátta hérna á lokamínútu leiksins. Yngvi tekur boltan og með ónákvæma sendingu inn fyrir. Ætlaði að senda hérna yfir til hægri á Heiðar. En hann var ekki alveg viðbúinn því og boltinn endar hjá markmanni SR-inga sem að sendur hann fram. Hlynur skallar hana út úr vörninni og þeir skallar hér aftur. Gaman að sjá. Þetta eru 4, 5, nei og hann slæsar hana boltan þeirra aftastu maður. Og Siggi Arnegóri tekið niður, það er Yngvi reynsluboltur sem kom inn á, hann er alls ósáttur, þannig að fara 2 skapmenn að ég hygg. Þetta var skemmtilegt að sjá. Hann tekur hann að boltan, skallar hann út úr vörninni hjá SR-ingum tvisvar og missir svo, slæsar svo boltan aftur fyrir sig en það verður þá að hlaupa eitthvað í skapið á honum og hann grípur hann utan Sigurð og fær réttilega gult spjald. 87 mínútur á klukkunni, staðan SR3, Kormákur 4, Hörður fyrirliði með aukaspyrnuna og nú held ég að hann þrusi bara markið. Ég held það, ég hef séð Hörð skora úr svona mörkum, það verður vissu fyrir nokkrum árum síðan en hann hefur vissulega þungan í þetta, hefur að segja. Já, var það í draumi? Sástu þetta? Ég get ekki sagt það. Ég held að skori. Ég veðja 1000 kalli á hvern sem kemur hérna upp í fjölmiðlastúkuna sem er ekki hérna fyrir núna og veðjar við mig áður en aukaspyrnan á sér stað að hérna verður mark. Já. Og mega nú áhörendur hlaupa. Ég tek þessu veðmáli. Þú ert hérna fyrir. Þannig kemur það. Hörður. Ó, markmaður rétt svo hansamar. Og græddi ég 1000 krónur þar. 1000 krónur, Heiðar nær boltanum hægra megin og sendur hann aftur á Hlyn. Hlynur nær að klapsa boltan, Viktor tekur hann svo niður og hann þarf eiginlega bara hann þarf að hreinsa boltan frá. Þetta var maður alveg í honum, þetta var rétt í stöðunni hjá Viktor í staðinn fyrir að láta grípa sig í landhelgi. Og boltinn fer hérna út af og þeir eiga innkast alveg upp við sinn eigin hotfana þeir SR-ingar. Við teljum stöðut niður, nú er aðeins 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Og allir okkar menn eru komnir á vallarhelming, þeir eru, Karager bakkar hérna. Og þeir, Viktor sópar hérna boltanum einhvern veginn inn á. Þeir koma fáliðir fram. Nú þurfum við að mæta aftur, þeir eru hérna. Ásmundur með boltan, þeir reyna að stoppa hann á miðjunni. Hann kemur með góða sendingu, þetta myndi ég halda að væri rangstaða en hann er komin hérna inn fyrir, nú má Albert Gauks reka af sér stíðorði. Já, þetta gerði hann vel. Hann lætur sér detta í tegnum, hann gerði virkilega vel. Þarna vann Albert fyrir kaupinu sínu. Hann einfaldlega hljóp fram fyrir hann og hann lét sér falla SR-ingurinn. Eymar með glúfenga sendingu alveg við vinstra megin. Siggi Arnegóri núna komin inn í teginn. Hann að gefa hann aftur, vel gert og hann sem hann gerir. Og Yngvi leikur inn teginn, skjóttu nú Yngvi, skjóttu þessu
Og hann gerir það, en það hræðilegt skot hjá Yngva. Skotið var laust, hann var komin hérna, lék hérna inn í 8 miðjunni við vítateigslínuna og tekur gott skot, nei ekki gott skot, það var frekar laust. Albert langt frá því að vera í línu, hann býður hérna upp á stungusendinguna hjá sér, hann dauðhræddur við sinn mann og þeir skipta alveg yfir til hægri. Nú þurfum við að fylgja vel aftur. Nei, þannig kemur sending fyrir, Carragher bjargar hann frá, Viktor nær þessum bolta, já hann nær honum. Tekur hann bara niður, vel gert og hreinsar hann svo upp í hornið. Þetta ágætlega gert hjá hann, það lítið eftir að leiknum og leyfiði S-eringunum bara hlaupa, en hann kemur Siggi Arnegård í skóarferð og hleypur fram hjá sínum manni. Hann hleypur hann eins og óður Indjóni. Aðrir leikmenn Kormáks bíða aðeins aftar á vellinum. Nú bara halda þessu svona, Heiðar þarf að koma núna sterkur inn. Gert Bibbi Mýri, gott hjá honum og veður svo í leikmanninn. Þetta gróft brot svo kallað, en óviljaverk. Óviljaverk, já, hann fer þarna. Maðurinn liggur eftir. Þetta var 50-50 boltan, þangað til að boltinn fór frá. Þá var þetta frekar brútal. Og heldur pungin á sér, sýnist mér, leikmaður SR. Þetta komískt en hálfsorglegt. Það var ekki gaman hjá honum á djammir í kvöld þessum. Já, þetta var frekar þungt högg hann sem hann fékk á viðkvæman stað. Venjulegum leiktíma lokið. SR-ingar eiga aukaspyrnu upp við varmannaskýli Kormáks. Það á sínum veginn vallarhelmingi. Enn og aftur staðan SR 3, Kormák 4 í ákaflega kaflaskiptum leik. Við erum búin að fá nóg fyrir peningin hér í dag. Rétt eins og upp í Breiðholti. Þetta svipað mynstur á leikjunum. Títtnöldur Baldur hérna stumbrandi yfir, ég held að hans sjálfskipaður læknir beggja liða í dag. Sýnist það, læknir og svona ráðgjafi einhvers konar. Kalli Eggerts gerir að mannum, hann hefur nú fengið margt í sig árin. Kannast við þetta. Hvað erum við að tala um að vera mikið bætt í önlega leiktíma? Það eru nokkuð margar mínútur. Mjög drengilega gert hérna hjá okkar mönnum. Kalli beinir honum hérna út af. Og svo virðist sem að þessi skipting sem að voru skiptaskoðanir hérna áðan miðbygg seinni hálfleiks hafi skilað sínu. Hvað segir það, Björgun? Jó, ég verð að segja það. Hámundur eins ósáttur á var ekki búinn að eiga góðan leik. Hann var aðeins að lifna við þegar hann fór út á og var ósáttur mjög. Jú, það er ekki hægt að neita því. En mér finnst maðurinn sem kom inn á fyrir hann búinn að eiga skínandi góðan leik. Hann er búinn að brjóta margar sóknir niður og búinn að vera líflegur. Annar maður sem er búinn að stíga virkilega vel upp í seinni hálfleik, það er Reimar Martinsson. Hann stoppar hérna enn eina sóknina hjá S-eringum. Siggi tekur boltann niður og Heimir Carragher er ekki með fótafræðin á hreinu og út af þeir boltinn á fjær. Hann er svona muscle for hire, hann er ekki alveg kannski með tæknina upp á sína 10 en... Hann er kallaður Heimir Carragher á ástæðu, hann gefur allt í þetta og það er mörgum stöðum nóg en boltafærni er kannski ekki upp á 10. Boltinn kemur út af vinstra megin, S-eringar með hann. Þetta er ágætlega að tala okkar menn vel saman. Fín skipting hjá S-er alveg við vinstra megin. Nú er þeir að... Nú hann kemur boltinn inn fyrir. Og Hlynur Rikk vel að verði spilar sig út úr þessu og setur boltan í S-eringu út af. Þetta var vel gert hann og Hlynur, hann stingur sér þarna fram fyrir hann. Sá stungun að koma. Leikur fram fyrir mannin og sendir hann svo í S-eringu út og Inga Stokkar er reyndar ekkert á allra besta stað. Við þurfum að fá þennan bolta í burtu og af landi brott helst og fá þennan leik til að verða flautaður af. Ef ég á að spá í næstu skref þá tekur Hlynur hann stutt, fæðir hann tilbaka og þrusar svo eins og hann gerir svo oft lista vel. Nú eða þá hann kastar hann bara langt fram. Þá er ég búinn að tvítryggja mig, það er sama hvað gerist, ég hef rétt fyrir mér. Hlynur með Ingafstið og Yngvi sendir hérna bolti fyrir hátt í loftu og þeir skalla hana, já, Ragnar nær boltanum. Hann djöflast í þeim hann Ragnar, vel gert hjá honum. Viktor aðeins var feiminn. Hérna náði boltanum og eiga aukaspyrnu hérna. Og vilja fá að taka hana strax. En þeir flækjast fyrir, þannig gerir Siggi vel og fer fyrir boltan svo þeir geta ekki tekið aukaspyrnuna strax. Nú skiptir hver sekúnda máli, það er 93 mínútur á klukkunni. SR 3, Kormák 4, þetta er háspennu leikur, síðasti leikur tímabilsins fyrir Kormák. Mér líst ekkert á þetta, það er hérna, já, ein af síðustu spyrnum leiksins og hún er S-eringa, hérna, mitt á milli vítateigs og miðjum okkur mann og hérna kemur boltinn fyrir, hann er hár, þetta er stór hættuleg og boltinn
Það er bjargað á línu. Bjargað á línu. Það er Hlynur Rikk bjargar á línu. Ég held að þessi bolti var komin inn í netið. Mér sýndist markmaðurinn, hann var hann að hlaupinn í skóaferð eða hann er að koma boltanum fram hjá honum og boltinn stendi í markinu þegar skángin á hlinn kemur hana. Og þarna bjarga Bibbi Mýri boltanum frá og þeir koma hérna. Þetta er alveg geysispennandi. Hörður er kominn inn og út vinstra megin og boltinn kemur fyrir þarna á Karageri. Já, hann skalla frá. Þetta er vel gert. Þeir taka hann hérna og Sigurður erðu. Þetta er hann er aftasti maður sem tekur Sigur Andingott niður. Þetta á að vera rautt spjald. Ég held að hann sé komin í bókkortið. Þetta er bara beint rautt samkvæmt mínum bókum. Hann var hann aftasti varnarmaður. Þetta er rautt, hann er komið sitt annað gula spjald og hann mótmælir þessu ekki, þetta hefði aldrei verið minna en gult spjald þannig að hann getur ekki sagt neitt. Þetta var klaufalegt hjá honum, boltinn kemur hann hár og hann hefur alla burði til þess að taka boltan niður en missir hann örlítið aftur fyrir sig og Sigurður lúrði hann við marklínu. Þetta gerist á vallarhelmingi okkar manna. Það var velgert, tók boltan virkilega vel niður og hann átti ekkert annað eftir en að taka niður það sem hann gerði. Þetta virkar fínt fyrir okkur, nú er leiktíminn að renna út í sandinn. Þorleifur Karl kjagar með vatnsflöskuna inn á til að brynna Sigurði, hann situr eftir. Eitthvað er að varamönnum eftir. En þetta bara virkar fínt fyrir okkur Kormáksmenn. Nú er 95. mínúta á klukkunni. Dómarinn bætir væntanlega svona 1-2 við í viðbót. Leikurinn er búinn að vera start-stopp allan tíman. Mjög mikið, hafa öll spjöldin komið hérna, komin einhver 5 gul, 1 rautt. Og það verður einhver, hálfs mínútna viðbæting hvert stopp á leiknum og markmaður þegar SR-inga fekk hérna aðhlynningu í góða 5 mínútur áðan. Við sjáum hér að opinbera aðilar skrá markið á Yngva áðan þannig að það þýðir að hann er komið með silfurskóinn í deildinni ef allir hægt að skora nema hann. Það verður vel þegið. Við erum með langu bolti upp með Kormáki. Viktor með boltan, gefur á Ragnar aftur á Viktor út á Inga og Yngvi kloppar manni þarna. SR-ingin er vel gert, sendur hérna fyrir á Ragnar. Gefur á Ragnar skjóttu núna bara og hann gerir það ef þetta var þá skot. Þetta var, ég veit það ekki. Það var skrautlegt spark. Við kallaði það bara spark. En við metum viljan fyrir verkið. Nú er ágætt ef SR-inga myndu bara gefast upp, hvað á hverju? Og þeir missa hérna þeir hafa heyrt í Björgvin og missa hér boltan út af 7 mínútur komna fram yfir venjulegan leiktíma, þeir missa boltan hérna út af og nú hlýtur dómari, hann lítur á klukku sína og lappar, hann er mjög stuttfættur þessi dómari og Bibbi með boltan á Viktor, enginn pikkar hann upp, hann leikar bara upp í hornið, þetta er vel gert og hann setur flautuna upp í kjaftin og leikurinn er lokið með sigri Kormáks 4-3 og þarna var þeir fagna hérna okkar menn. Þetta er glæsilegt, þetta er karaktersigur hjá liði Kormáks, glæsilegur endir á sumrinu. Nú eigum við ennþá séns á 4. sætinu í riðlinum. Við erum virkilega sáttir hvernig okkar menn komum tilbaka í þessum leik. Kormák og Hvöt endar keppnistímabilið með 16 stig sem verður að teljast ásættanlegt, vinna 5 leiki móti 6 töpum og 1 jafntefli. Þetta er fínasta sumar, Skúli. Já, sumar er búið að vera brokkgengt, jú. En nokkur stig í húsi og 5 sigrar getur bara talist ásættanlegt. Hvað vorum við að sigra í fyrra? Það voru töluvert færri leikir sem við sigrum, fleiri jafntefli þar á móti. Nú ræðist það á næstu dögum þegar að KB eiga erfiðan útileikum móti Kríu, hvort að leikmenn Kormáks enda í 4. sæti eða því 5. Eins og staðan er núna þá eru þeir í 4. sætinu og vonum að haldist svo sem lengst. Maður leiksins í dag held ég að verði að vera Yngvi Rafn með þrennu. Hvenær skoraði Kormáks maður síðast þrennu? Það er langt síðan, það er ekki hægt að horfa fram hjá því, en Stofan hafi nú kannski ekki, hann var þó nokkuð í boltan, þó ekki það mikið, en að skora og klára færi kann hann upp á sína 10. Við verðum líka að minnast á Reimar, mér fannst hann vera mjög góður á miðjunni, sérstaklega í seinni hálfleik, stóð sér virkilega vel þá. Ég held að hann sé númer annar í því vali, en mér sýnist Baldur Úlfar Haraldsson hafa varið Reimar mann leiksins, allavega tekur hann mynd af syni sínum og Reimar við hliðina. Spurning hvort Reimar áriti myndin eftir leik.
og Yngvi tryggir hér með dómaranum að sé örugglega hans nafn á markinu og hann fær það staðfest. Yngvi Rafn með